Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin aftur í sama viðtalið. Takk fyrir. Herðu, mér langaði skjóla bara fyrst að spyrja þig, bara af hverju varst þú ein af þeim sem var í samningsviðræðum fyrir seinustu samningsviðræður Evrópusambandsins? Þetta mjög góð spurning sem ég get ekki mjög vel svarað. Okay. En ég var auðvitað, því að ég tók ekki ákvörðunina það. Nei. En ég var þá að vinna í fullu starfi sem prófessor í stjórnskipunarrétti og hafði og hef síðan líka skrifað heilmikið fullveldi og svoleiðis. Þannig ég held að það hafi verið að hluta til það og síðan hef ég bara áhuga á bæði dómsmálunum og mannréttindunum og hef skrifað hvort tveggja. Þannig ég held að hafi verið svona að fá þá þekkingu inn. Hver velur í þetta? Hverjir eru það sem að velja hverjir fari þessa samningsviðræður? Ég veit ekki hver tók ákvörðunina þá, en ég meina þetta ef að verður, þá þetta á ábyrgð utanríkisráðuneytisins, þannig að það utanríkisráðherra sem ber ábyrgðina og það sem að var gert þá var að það var blanda af embættismönnum, það voru sendiherrar, það var fólk frá hagsmunaaðilum, það var svona reynt að hafa balans í alls konar hlutum og síðan sérfræðingar úr ráðuneytum á viðkomandi sviðum. Dálítið að fólki ef ég man rétt frá stéttarfélögum og svoleiðis, þannig að það kæmi svona svolítið mörg sjónarhorn inn í þessa skoðun á aðstæðum og reglum sem þurfti að vera. Okay. Getur þú aðeins útskýrt fyrir mér, bara smá á svona mannamáli, hvað Evrópusambandið er? Heyrðu, ég skal reyna. Þetta hópur ríkja sem að byrjaði sem kol- og stálbandalag eftir seinna stríð og hugmyndin var upphaflega að tengja ríkin í Evrópu, fyrst og fremst Frakkland og Þýskaland, sem höfðu verið í stríðum af og á í mörg hundruð ár, að tengja þau þannig saman að það bara væri ekki skynsamleg lausn fyrir þau að vera í stríð. Að þau hagsmunir þeirra væri svo samþættir að það væri hægt að leggja þennan ágreining, ef ágreiningu var, til hliðar. Okay. Þannig byrjar það og frá byrjun með örfáum ríkjum hefur þetta stækkað og núna bara stórt og hefur þróast líka frá því að vera fyrst og fremst svona verslunar og framleiðslubandalag og með eins og þegar við göngum inn í EES þá það svona ákveðin markaður sem að opnast, það þú veist, þetta var tollabandalag, þetta var alls konar og núna orðið miklu eða heilmikið umfangsmikið ríkjasamstarf. Þannig að það líka, þú veist, rætt þar utanríkismál eins og við sjáum ef við horfum á fréttir eins og frá Íran og svona. Þannig að þetta bara heilmikið umfangsmikið ríkjasamstarf þar sem þá batteri fyrir sig. Þetta ekki orðið sambandsríki, en þetta ríkjasamstarf. Okay. Og kannski það svona eitt af því þéttasta sem við sjáum núna. Hver munurinn á Evrópusambandinu og EES? EES afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá, öll nema Danmörk, Sviss og Liechtenstein, Sviss var aldrei með, væru í tvíhliða sambandi við ESB. Þannig að það væri svona tveir pólar í því. Síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í EES megin, eða EFTA megin, Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin Evrópusambandið. Og þetta samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið, sérstaklega viðskiptaframleiðslu en líka ákveðin réttindi, til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota, það eitt dæmi og það EES-samningur, þú veist, það svona ákveðin samræming ákveðinu sviði, opin markaður, frjálsför, það að við getum, ef að við verðum leið á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag, þá getum við flutt til Spánar og unni þar að við finnum vinnu. Við getum, þú veist, fólk, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta svona ákveðin samstarf, en ESB umfangsmeira og það að mörguleyti pólitískara og það það eru svið þar undir sem EES nær
ekki til en EES-samningurinn nær samt til mjög stórs hluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu. Ekki alls, en stórs hluta. Þannig að við erum með í þó nokkrum hluta en alls ekki öllum. Og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta. Ok. Mér langar að spyrja aðeins út í að seinast hefa farið í þessar samningsviðræður. Já. Það var það bara hætt. Þú veist, hvað gerðist? Af hverju var það allt í einu bara we're over it? Þú veist, af hverju gerist það bara? Vegna þess held ég að það bara var ekki pólitískur vilji. Hann fjaraði undan því að vera í samningunum og síðan í kosningun 2013 þá skipt ríkisstjórn og nýja ríkisstjórnin vildi bara setja þetta alveg á ís. Hverjir fóru þá? Gunnar Bragi Sveinsson var utanríkisráðherra. Hvað flokkur það? Ég var bara 13 ára, sko. Sko, nú ég í vanda vegna þess að ég man ekki hvernig forsætisráðherra. Okay. En það var í raun og veru alveg skipti frá stjórninni sem voru 2009-13. Þannig að það urðu bara pólitísku umskipti og ég meina það bara í alþingiskosningum og það ber að virða og þá ákveður ný ríkisstjórn að setja þetta á ís. En er það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju, þú veist, að bara hætta því? Út í að það skiptist ríkisstjórn? Já. Ég veit ekki, sko, ef að það alveg skýrt og þess vegna finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingiskosningar. Vegna við sem kjósendur getum talað miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Kosningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósum eitthvað allt annað, en það lesið sem afstæða mín í þessu. Og það svo sem ekkit sko skrítið, að ef að það stendur ekki til að klára þetta, og ef það ekki alvar á bakvið, þá geta verið að nota fullt af fólki hér og eyða tíma samningsaðilana þú veist, í þetta. Sko, fólki sem svona mest á móti ESB talar oft kostnaðinn sem í kringum þetta, að þetta sé bara ógeðslega dýrt og það bara eitthvað bull og eitthvað svona. Hvað, þú veist, þeir sem fara í þessar viðræður, vitið þið fyrirfram sirka hvað þetta að fara að kosta þjóðina? Ég hef ekki hugmynd. Nei, Skilurðu, ég raunverulega hef ekki hugmynd og hluta því að ég veit ekki hversu mikið hægt að byggja á því sem var gert áður. Okay. Ég veit ekki hversu mikið hefur verið breytt, þú veist, það eru 15 ár síðan það var. Ég veit ekki hversu mikil samþættingin eða svona ekki samþættingin, en hversu gott yfirlitið nú þegar. Hvað þarf mikið að kortleggja. Þannig ég bara veit ekki hvernig staðan þannig ég geti metið hvað þetta sé mikil vinna núna. Og maður heyri bara mjög ólíkar skoðanir á því. Ok. Þegar þið voru seinast í þessu, hvað var það svona sem Ísland þurfti að breyta eða gefa frá sig? Var eitthvað sem var komið svolítið skýrt sem sko, á þeim tíma? Það sem var alveg frágengið var að miklu leyti það sem að var eða svona það sem að lá beinast við voru kannski þeir svona kaplar af löggjöfinu og þeir samninga svona bunkar sem að samningurinn dekkar. Okay. Vegna þess að þá þetta bara Já, þá erum við þar að mestu leyti hvað sem eða, þannig að það lá beint við en þetta var og síðan voru einstaka aðri hluti sem bara lágu freka beint við en ég held að þessu eigi maður að svara ekki út frá samningaviðræðunum heldur út frá pólitíkinni og segja það sem mestur eða var mestur hiti í og ég held að verði aftur ef að verði tekið aftur eru sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin og svo hugsanlega byggðamál. Bara það hvernig hvernig stutt við það að sé búsetta á allu landinu? Ok, ég skil. Sko, ég las einhvers staðar en það gæti verið fake news út í ég trúi svona öllu þannig að það hafi ekki verið farið eitthvað almennilega í landbúnað og fisk dóti seinast. Þetta mjög skemmtilegt en það eru mjög margir sem eru alveg ákveðnir í þessu að það hafi ekki verið gert. Ég auðvitað var ekki að vinna í því og ég hef ekkert umboð til að tala fyrir hönd íslenskra stjórnvalda þetta en ég meina það var auðvitað verið að vinna og eins og ég sagði eins við Baldvin í það verið að svona kortleggja hvar eru mögulegir árekstrar, hvar eru hagsmunir sem þarf að passa upp
upp á, hvar hérna eitthvað sem bara væri hvort sem þetta verður það ekki ágætt að laga, skilurðu, og svo vinna þetta var í gangi. Nákvæmlega hversu langt hún var komin og hvaða samtöl höfðu átt sér staðið eða ekki á þessum flokkum. En það ekki eins og að hafa allir sagt bara, heyrðu við ætlum ekkert að hugsa sjávarútveg fyrir allt þetta búið. Þú veist, það þetta, ég ímynda mér að sjávarútvegsráðuneytið hafi verið að vinna í þessu. Í hvaða, þú veist, nefnd varst þú? Heyrðu, dóms- og innanríkismálum og mannréttindum. Ok, það eitthvað svona sérsvið hjá þér? Já. Ok, love it. Þannig að þessna var ég nú þar. Hvað myndirðu segja væri svona kostirnir og gallarnir við Evrópusambandið að þínu mati? Eitthvað svona sérstakt sem kannski... Já, sko, gallarnir eru að við erum auðvitað pínu lítil og það eru mjög margir þarna með mjög sterkar raddir. Þannig að við þurfum þá að treysta okkur og hugsa það að ganga inn í sko í raun og veru klúbb þar sem að við erum að ræða alls konar hluti við aðra og ná sameiginlegu niðurstöðu. Þannig að maður þarf bara að vera til í það. Þannig að ég myndi segja að það væri að sumuleyti eða allavega svona varúðaratriði að við erum pínu lítil, það eru risastórir hagsmunir hjá öðrum í öðrum málum og svo framvegis, en ég minna Norðurlöndin hafa önnur en Noregur ákveðið að fara þannig inn og líka smá áríki, en þú veist, þetta raunverulegt mál og hérna framsal valdheimilda skilur að Íslenska ríki segi við ætlum ekki ákveða þetta einhliða heldur í samvinnu við aðra raunverulegt mál. Þannig að það myndi ég segja væru kannski svona það sem að fólk þarf að hugsa. Svo þetta stórt, þetta flókið stofnanalega og þetta svona, það alls konar skilur, þetta bara mjög mikið batteri og við erum ekkit öll rosa hrifin af risastórum batteríum. Kostirnir, þú veist, svo ég tali fyrir, ég vegna svo að spyrja mig, mér finnst kostur að þetta þó klúbbur sem að vinna í áttina að lýðræði með svona nokkurt veginn réttu gildin á heimsvísu. Þá vill maður nú kannski sko allavega styrkja það og síðan hægt að segja við, og það var röksemdin 2009, við erum að vinna svo mikið eftir því sem þarna ákveðið að þó við séum lítil og höfum kannski ekki sterkustu röddina þá samt betra að vera það sem ákvarðanirnar eru teknar. Þannig að þetta myndi ég segja. Sko, mér langar smá að vita, hvað ertu með sirka laun þú ert í svona samningsviðra? Það bara alveg mismunandi? Ég hef ekki hugmynd það. Þú veist, þetta var svona... þetta ekki alveg gott gig? Nei, ég meina þetta var aukastarf fyrir alla og ég held að þeir sem voru í þessu og voru opinberi starfsmenn hef ekki fengið neitt greitt. Nei, ok, þú ert ekki eitthvað living? Nei. Þú ert ekki að kaupa nýja reynsru eða eitthvað? Nei, þetta nefndastarf. Nú, já. Áfram og áfram. Okay. Þú veist, ég var áfram að kenna stjórnskipunarrétt og áfram að skrifa eitthvað allt annað, skilur. Okay. En aftur, með því fororða þetta það sem ég veit. Já. Sko, mér langar aðeins að spyrja út í svona bara hvað myndir þú segja hafi gengið vel í þú veist seinast? Þú var eitthvað svona sem þér fannst hafa gengið frekar vel þegar þú varst í þessu? Mér fannst íslenska stjórnsýslan standa sig ógeðslega vel í því að kortleggja. Átta sig á hvar væru möguleg atriði sem þyrfti að skoða betur og þess að mér fannst samtölin upp til hópa góð og ef ég má segja ekki hvað gekk vel heldur hvað mér fannst fyndnast þá fannst mér allra fyndnast að sko öll tungumálin eru opinber tungumál Evrópusambandsins þannig að á einum fundi töluðum við íslensku. Ha? Já, á einum fundi með Evrópusambandinu þá töluðum við íslensku og það var allt túlkað. Og ég sko uppalinn að hluta til í Frakklandi og bjó í Bandaríkjunum þannig að það að segja góðan daginn og það gaman að vera á þessum fundi og bíða meðan það túlkað ég var alveg störtlast af ófælum að því það segja samt þannig að þú veist það eru alls konar hlutir sem að hvort sem að ríkið stórt eða smátt, þú veist, þá þetta tungumál, þetta sér menning, þetta alls konar. Þannig að það var gaman. Ok, vá, ég trúi því. Mjög fyndið og mjög gaman. En eitthvað sem þú myndir segja hafi gengið illa?
ég held ég sé ekki að segja en í leyndamáli ég segja að það gekk náttúrulega illa að halda stuðningi við ferlið. Hann bara fjaraði út. Fólk bara svona, já, mikilvægt. Já, svo þetta bara... Já, skiptir ekki máli. Já. Var ekki smá galið að fara í Evrópusamningsviðræður beint eftir hrun? Eða var það kannski partur af... Ég held nú að það hafi verið þáttur í ákvörðunni líka. Skilur og þáttur í því svona hvernig fólk sá fyrir sér á þeim tíma sem var bara dálítið merkilegur að fólk sá fyrir sér hvernig leiðin myndi liggja. En Evrópusambandi var alveg til í að taka við okkur bara nýbúin að vera bara living life í Panama. Þetta var náttúrulega aldrei klárað. Nei. Skilur, en það voru allavega viðræður af fullum krafti. Og ég held að þú veist, þannig getum við líka að hugsa hvaða máli skiptis skilur, hvað smæðin en þess að hún hefur sannarlega áhrif á svona og það er eitthvað sem fólk þarf að meta á styrkin í röddinni en það hefur líka áhrif á bara hvað skiptir þetta miklu máli. Þarna hugsa ég alltaf Norræna háskólan sem þegar ég sagði getum við gert samning að nemar í tilteknu námi fá að koma til þín doktorsnámi í ákveðinu fæi og þeir eru bara hvað ertu með marga? Ég bara sendu það til okkar innan ekki að gera samning þú veist en maður veit ekki hvað er það en þetta var eins og ég upplifði það ofboðslega formlega gert og hefði ekkert verið gert öðruvísi þó við höfum verið Bretland skilur. Nei, ok, period. Sko, nú myndi ég segja að það er búið að vera smá svona trending út af það voru þessar borgarstjórnarkosningar að fólk er svolítið þar megin núna svona vilja kjósa og er flokksbundið og er alveg þar, tekur því svolítið alvarlega en ég með svona, hefur þú einhver áhyggjur að fólk taki kannski í þessum kosningum jafn alvarlega? Þú veist það svona eins og unga fólkið kannski, mér finnst margir í kringum ekkert endilega vera eitthvað mikið að pæla í þessu, er bara svolítið svona bara alveg sama, eitthvað svona fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál þetta skiptir. Ég hef smá áhyggjur af því. Ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkosningar og sveitarstjórnarkosningarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í þessa umræðu. En ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekki sko við ætlum ekki að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og 2 ára fresti. Þannig eða ársfrest þetta. Þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir einhver ár og mér finnst alltaf svo skemmtlegt þess að stjórnmálaflokkar eru náttúrulega algjört grundvallaratriði í lýðræðinu en samt er pólitík ekki hópíþrótt þannig skilur ekki svona, ekki þjóðaratkvæðagreiðslan vegna þess að það eru flestir, ef ekki allir flokkar flestir, eru klofnir einhver leiti, þú finnur hvort ekki báðum flokkum þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður en mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í og kjósi sama hvað það kýs bara vegna þess að við miðaldra gengið eigum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir ykkur sko Ég er bara sammála sko hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur er einhver stað þar sem er hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega Það verður gert eitthvað kynningarefni nú fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og það er heilmi og góðar upplýsingar Þetta er ekki rektor í háskólanum og ertu að mæla með Wikipedia sem einu heimild Nei Þegar ég er að segja bara, þú veist, örlíti Google Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess sem er almennilega heimild Góður punktur og er hægt að lesa skilur hér og síðan voru gefnar út fyrir þá sem ég hafa áhuga og ég er ekkert viss að það sé stórmál en fyrir þá sem hafa áhuga á fyrir viðræðunum þá voru gefnar út skýrslur þar bæði Hagfræðistofnun gerði einhverja og það voru fleiri sko þannig að það er alveg svona hægt að lesa sér til það en ég myndi leggja áherslu á að fólk læsi sér til bara svona hvað erum við að gera hvernig stendur þetta og hvað sýnist fólki. Og því ég er búin að vera að pæla svo smá í því að þú getur lesið þig þú veist, við erum þarna með Evrópuhreyfinguna og Heimsýn sem er svona já og nei en þau eru smá bara svona þessi segir bara já að þetta virki og hinn segir bara nei og mér finnst það ekki alveg þú veist make a sense, þau eru að lofa alveg sikkunum hlutanum þú veist, getur það ekki eitthvað að fara að bulla í fólki?
Ég held að gera það Já. og þess vegna held ég að skipti máli að reyna að setja sig inn í, þú veist, svona tiltölulega opinbert ritstýrt efni og hlusta á fræðafólk sem að alveg með alls konar skoðanir sko, á þessu og ég meina vinnur við það að reyna að vera sko sanngjarnt og átta sig á þessu þannig að ég myndi raunverulega vísa þarna þangað til kynningarefni kemur þá myndi ég raunverulega vísa á heimasíður varðandi ESB og svoleiðis. Ég er svo með eina loka spurningu. Hefurðu lesið Brennunjálssögu og hefur hún hjálpað þér í starfi? Ég segi svolítið, já, ég var látin lesa Brennunjálssögu í skóla og já, og ástæðan fyrir því er svo að ég hef tilhneigingu til að skrifa svona 12 lína setningar. Og það var einu sinni maður sem að tók Brennunjálssögu og las fyrir mig byrjunina. Mörður hét maður, punktur, hann var kallaði Gíja, punktur. Og þannig að alltaf þegar ég þarf að skrifa texta eins og núna til dæmis útskriftaræði fyrir morgundaginn þá hugsa ég, mörður hét maður, punktur, ég verð að koma ekki að punkti og svo er hún líka bara skemmtileg. Love it. Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, takk æðislega fyrir komuna. Takk fyrir mig.